þetta þú veist, nýr flokkur, svo þú veist, þetta hvert skeyti sem ég bæti mig, það Íslandsmet, svo þú veist, þetta hefur orðið að því að þetta heimsmet var reyndar ég ekki að búast við, sko, ég fór bara í þetta sund, jæja, syndum við þetta, gerum það eins hratt og við getum, svo náttúrulega kom það á skjáinn setna, já, ég er með heimsmet. Flott. Snævar á heimsmetið í flokki einhverfra í 50 metra flugsundi. Það sett hann á Íslandsmótinu í fyrra þegar hann synti á 26,69 sekúndum. Hann gerir ekki mikið veður úr því sjálfur en það sérlega jarðbundinn. Ég fann út úr það var ég að fara í annað boðsundsett, svo ég sá það koma á skjáinn þarna þegar ég var að bíða eftir riðlinum. Þannig að það ekkert eitthvað mikinn tíma til að vera að fagna akkurat í þessu augnabliki? Nei, ég bara sagði, já, ok, flott. Ég hef alltaf verið rosa, hvernig á ég að orða það, rosa svona hreinskilinn við sjálfa mig og þarna ég myndi segja ég sé svona ekki sá sem fer upp í skýin. Svo, þú veist, svo bara held ég áfram og reyna að gera betur. Það alltaf hægt að bæta sig einhvers staðar. Og þetta hefur alltaf verið þannig að ég er núna í háskóla, svo þarna fer í skólan, fer heim fyrir að læra. Ég er að læra sagnfræði. Ég hef áhuga á sögu, það er svona aðalfengið, sko, en líka bara gaman að lesa. Þarna ég var upprunalega í MIT, Mennskóli tónlist. Svo þarna ákvað ég að prófa eitthvað nýtt. Snævari er margt til lista lagt. Það er ekki bara sundið og sagan, heldur hann einnig góður gítarleikari. Ég var með kennara sko þegar ég var í MIT, svo hef ég bara verið að gera verk heima. Þannig sem ég hefur fundið flott bara til þess að viðhalda. Það er ef að allt misheppnar, skilurðu, þá get ég prófa að búa til mixtape og fara svona í miðbæinn og gefa svona frýtt sampl. Snævar hugsar í lausnum. Hann er metnaðarfullur í sundinu og það er nóg framundan. Mér gengur yfirleitt alltaf betur þegar ég er að keppa úti, sko. Það er bara mun meiri pressa, alveg líka af því að ég þurfti að fara í gegnum alls konar þreytu til þess að komast þangað, sko. Svo mér gengur alltaf best þar. Pressan er það sem keyrir mig áfram. Ég er farin til Póllands. Þetta er Evrópumeistamót í Virtus-leikunum. Svo fer ég til Egyptalands á næsta ári. Plana ekki á að hætta og ég ætla bara að plana á að hafa betri tíma, sko. Það er svona markmiðið.